fólk sem við erum búin að hitta í dag eftir langan tíma sem við höfum ekki séð og nýtt fólk og nýtt andlit og bara takk. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur að styrkja þessi vinasambönd og að milli hvort annað og sérstaklega að milli þín og klæða okkur þín armur þar sem við erum vernd frá öllu illu alla daga og alltaf. Ég vil biðja þig að vera með okkur hér og klára að njóta daginn og klára að hlusta á hann Pavel, vertu með honum, hjálpa honum með röddin sín og hjálpa okkur að hlusta og njóta. Í Jesú nafni, amen. Tæknin komin í allt í lagi? Já, ok. Og það aðeins að fá sér smá te. Aðeins að hressa upp á röddina. Okay. Can you hear me? Heyrist eitthvað í honum? Nei. 1, 2, 3, 4, 5. Can you hear me? Heyrist í honum? 1, 2, 3. 1, 1, 1. No, nothing. Ekkert. Heyrist betur í mér. Okay. Can we turn it louder? Já. Can you hear me now? Not yet. Jú, það heyrist aðeins betur í honum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já, now. No, still not good. Can you hear me now? I cannot. Oh, okay. I cannot force my voice. Ég get ekki nota röddina I had mikið. 3 surgeries on my vocal cords. Ég búin að fara í 3 aðgerðir á, I had polyps það voru einhverjir separ á raddböndunum and I had 3 surgeries. And if I force my voice, I lose my voice. og ef að ég fór í 3 aðgerðir og ef að ég að nota röddina mig mikið, þá missi ég röddina. So probably we should take a little time Við ættum að taka einhver tíma, just in case you have questions. bara ef þið eru með einhverja spurningar. Now, if I don't like the question you ask, I'm not going to answer it. Ef spurningun ómöguleg, þá svara ég henni bara ekki. Or if I don't know the answer. Eða ef ég veit ekki svarið. But if you have a question, feel free to ask it. Endilega spyrjið þið ef að þið hafið einhverjar spurningar. Please don't ask me just anything because I don't know. Just ask me about prayer, you know. Spyrjið bara einhver sem ég veit, til dæmis bænina. I like prayer, I like gardening, I like cooking, Mér finnst gaman að I like animals. Mér finnst gaman að elda og vera í garðinum og vera með dýrunum. So do you have anybody has any questions? Feel free to ask. Eru þið með einhverjar spurningar bænina? For instance, somebody asked me, how do you focus on prayer so your mind doesn't wander? Já, einhver spurði mig, hvernig á maður að einbytta sér í bæninu svo hugurum fari ekki að reika That's a good question, isn't it? Þetta mjög góð spurning. Okay. Anybody has questions? I want the answer of this question. That's not because you don't have questions. That's because the culture here is that people don't talk. People keep quiet. Menningin hér það að fólk ekki að tala mikið. But go over it. Just if you have a question, speak up. Hugsið þið aðeins ykkur No? Okay. Þóra Lilja og svo Tatjana. Þóra Lilja, hvað ætlaði þú að segja? Ég ætla að brjóta ísinn. Já. Sonur minn skrifar hlusta. My son, older son was listening. Og hún langar svo að vita enda á þeim sögum. He wants to know how 2 stories ended. What story? Hvaða sögur? Pappans sem þegar hann rakst á brauðið í skóginum. About your father when he bumped into the bread in the wood. So that's a longer story. Þetta lengri saga. But I can quickly tell you the end of the story. En ég get sagt þér endan á sögunni. So they did canvassing in that village, my father and his friend. Þeir voru sérst að vinna sem biblíustarfsmenn að banka á dyr á þessu svæði. And the police came after them. Lögregla kom á eftir þeim. And so they wanted to run. Og þeir ákvaða að hlaupa. And when you get outside the village, Og þegar þú ferð út úr þorpinu, there is a deep gorge.
Það svona einhver with the, valur, with the river já, einhver svona and the bridge. gil og á og svo strönd. The police was coming from behind, Lögreglan kjók fyrir aftan and okkur. there were another police group at the bridge. Já, og brú. Svo komu þeir að brúnni og þarna voru aðrir lögreglumenn. They could not go back, they could not cross the bridge. Þau gátu ekki farið yfir brúna og ekki fært tilbaka heldur. So they went into the forest, Þannig að þau fóru inn í skóginn and the police came after them. og lögreglan elti þá. And far away into the forest, Og inn í skóginnum there was an old bridge. þar var gömul brú. But that was a suspended bridge. I don't know if you know what it means, suspended on cables. Já, hún var hengd brú, Very old. mjög gömul. The cables were rusted, Vírarnir voru farnar að ryðga and then small cables with wood boards. og það voru svona viðarborð sem var átt að labba And the hana. wood boards were rotten Þau voru, and broken. þau voru fann að fúna og þau voru brotin. And spiders and very old. Og þetta var mjög gömul brú And the wood had like something green. og það var líka svona að fara að vaksa eitthvað grænt á viðnum. And so the police was coming, Þannig að kom lögreglan á eftir þeim and my father said to Benjamin, to his friend, let's cross this bridge. og And he pappi says, sagði við Benjamin, that's not safe. förum yfir þessa brú. Og So my Benjamin father sagði, got with the backpack full of books, Bibles, pappi var með got on the bakpoka, bridge started to move. fór út á brúna með bækurnar og brúin And byrjaði að my hreyfast. father was running Pappi var að hlaupa, on the bridge, hljóp á brúni and Benjamin screamed, Pavel, watch it. og hann hrópaði eftir hann, Pavel, passaði þig. And my father stopped and said, come on, Og hann sagði, komdu, the police is coming, look. lögreglan er komin. And Benjamin says, look down. Líttu niður And saman. my father looked down, Og pappi leið niður. and there was nothing under his feet. Það var ekkert undir fætinum þar sem hann stóð. No wood boards. Var The engin- wood boards were missing. Það var engin viður til þess að standa á. There were 6 or 7 wood boards missing, Það vantaði svona He was- 6 og 7 walking on air. fjalir og hann gekk bara í lausu lofti. So when he looked down and noticed that it's deep valley and nothing, Og þegar hann leit niður og sá dalinn, he made 2 more steps until he stepped on wood. þannig að hann gekk 2 skref áfram og steig svo á viðarborðin. The police already got to the bridge, Lögreglan var komin að brúnni. and when the police saw that, Þegar lögreglan sá þetta, though they were communists, they didn't believe in God. þó þau væri kommunistar og þau trúðu ekki á Guð, They stopped like frozen, like, þeir frusu and the guy in the front, the police officer in the front, og lögreglan sem var fremstur, did the cross. hann setti krossin, gerði krossmerki, signaði sig. Like, they were absolutely in shock. They could not believe what they saw, Þeir voru algjörlega áfalli and they stopped. og þeir stoppuðu. So my father told Benjamin, come. Hann He pappi says- sagði Benjamin, komdu, I cannot. ég get það ekki. So Benjamin got on his hands on the cable Og hann hjekk þá á and vírunum passed that missing segment. og fór þannig yfir það sem hann vantaði fjalirnar. The police did not cross that bridge, Lögreglan fór did ekki, not go after them on the good bridge and then in the forest. fóru ekki á eftir þeim heldur yfir. But they knew that if they go back to the village, they will be arrested. So they slept in the forest. Já, þeir sváu semst í skóginum svo að þeir vissu að þeir færu tilbaka þá verðu þau teknir höndum. Next morning, my father, when they walked through the forest, hit the head against a bread that was a homemade bread, and somebody has suspended the bread with a rope from a branch of a tree. Og svo þarna næsta dag þá rakst hann á brauðið sem að hjekk þarna í reipi sem að var heimabaka brauð. And they kept walking Og þeir heldur svo áfram að ganga until they got through the forest to another village. og komist í gegnum skógin inn í annað þorp. So that's all I know about the story. Þetta er það eina sem ég veit söguna. But that's amazing because the Bible says Þetta er ótrúlega that því he að will send his angels to protect your foot. Biblían segir að Guð muni senda engla til að gefa þér mat. And my father would told me again and again when I was a kid, Pappi sagði þetta aftur og aftur. when you serve self, Þegar þú þjónar don't sjálfinu, expect God to bless it. ekki halda að Guð sé að fara að But blessa. when you serve God, En ef þú þjónar Guði, you can expect a blessing. þá getur þú búist í blessun. And Ellen White says, Og Ellen White segir, God will never give us a blessing unless we intend to pass it on, to share. Guð ætlar ekki að gefa okkur neina blessanir nema við ætlum að deila henni með öðrum. God will never give us a blessing that we are selfish about unless we intend to share it. Guð ætlar ekki að blessa okkur með neitt ef við ætlum ekki að deila það með öðrum. No, that's the story.
Þetta sagan. Tatjana? The question about the home groups and if the new people coming to church, not to make them disappointment if people criticizing or this experience that you share. So she is asking me Hún er að about spyrja, new people when they come to church, how to work with them. hvernig á maður að vinna með nýju fólki sem kemur í kirkjuna? There are many methods, Það eru margar aðferðir, but the spirit of prophecy says, en Andi Spátamsgöfuna it has segir, been shown to me by God og hún sagði, mér hefur verið sýnt þetta, that the formation of small groups að þegar að litlir hópar koma saman, is the life, the key, the most important part that keeps the church together. það er lífið sem að heldur kirkjunni saman. It has been shown to me by God who cannot err. God doesn't do mistakes. He cannot err. Þetta hefur mér verið sýnt á Guði, hann gerir ekki mistök. The disciples in the first century, in the book of Acts, Lærisveinarnir í fyrstu öld it says in the Bible that they would meet in the homes í póstalúsinu þá hittist þau á heimilum. through the week. Through the days of the week, they would meet in homes, Bara í miðri viku þá hittist þau á not heimilum, in the church. ekki í kirkjunni. They would meet in homes. Þau hittu heima hjá And it okkur. says that every day they would meet and break bread together. Og það kemur fram að þeir komu saman og borðuðu brauð saman. That means that they met together, they ate together, they prayed together. Þetta þýðir að þeir hittust, borðuðu saman, báðu saman. In my experience, if people go only on Sabbath to church and then there is no connection, Það er mín reynsla að fólk fer bara í kirkju og er ekki að hittast annars, people are not very strong. þá er fólk ekki They sterkt, don't get any support, emotional support, fá ekki andlegan styrk frá hver öðru and the newcomers don't stay. og hinn nýkomni verður ekki áfram. Even if they get baptized, Þó svo fólk sé skýrt, they leave the church. þau fara úr kirkjunni. But when you have small groups, Þannig að við erum með litla hópa if you put them in a group, og við setjum hann inn í They will svona smá stay. hóp, þá er frekar að hann verði áfram hjá so okkur. in my former church, that's some time ago, Í kirkjunni minni fyrir mörgum ára síðan in fact in every church I've been in my life, og í öllum þeim kirkjum sem ég hef verið í, I formed groups. þá bý ég til smá hópa. For instance, Til dæmis, in the church in North, til dæmis í norður ríkjunum, I started a group in my house þá byrjaði ég hóp heima hjá that mér. we would meet on Tuesday nights, Við hittumst alltaf á þriðjudagskvöldum, a small group. lítill hópur, We start with 6 people, 6 manns and we would just pray for one another og við báðum fyrir hver öðru and study a little. og rannsaka But it smábjörn. was not a lot of study. Við vorum ekki að rannsaka mikið. It was 5 minutes study, 5 mínútna rannsök, half an hour prayer. hálf tími bæn. That's it. And our group, when we started to pray for one another, Þegar við fórum að biðja fyrir hver öðru, after about a month, eftir mánuð, people started to open. In the beginning, they were hesitant, but after they got used to one another, they started to open. þá byrjuðu að opna sig fyrir hver öðru. Fyrst voru þau feimin og svo byrjuðu að And opna we sig. decided to keep everything confidential. Og við ákveðum að hafa allt í trúnaði. And people opened about their family needs, about their job, about their health. And we really prayed for each other. We really prayed together seriously. We prayed for each one. Og fólk fóru að opna sig alls konar vandamál og við báðum fyrir hver öðru og við vorum stuðningu við hvort annað. There were many of them that their children were not in the church. Margir af þeim áttu ekki börn í kirkjunni. And we prayed for their children. Við báðum fyrir börnunum þeirra. And when you pray for one another, it builds friendship. Og þegar við biðjum fyrir hver öðru þá byggir það upp And vináttu. that group became like a family. Og þessi hópu varð eins og fjölskylda fyrir mig. And they started to tell everybody, this is the best experience that we have ever had in the church. Og þeir segja þetta er besta reynsla sem When ég we hef haft í meet kirkjunni. in group and pray. Í litlum hóp og í bæn. And the group grew from 6 Og hópurinn óks úr því að vera 6 to 14. yfir í 14. But the problem is when you have new people coming, En vandamáli er að þegar nýtt fólk they kemur don't follow the rules of the group. inn, fara þau ekki eftir reglum So if you hópsins. talk, they go and talk. Ef að þú tala þá fara þau að tala. Or when you pray, they pray long. En ef að þú biður þá biður þau kannski lengi. Brother, if you want to pray long at home. Don't pray long in the group. Ekki biða svona lengi í hópnum, biður bara lengi heima hjá þér. Ellen White says that long prayers were the angels. Og Ellen White segir að langar bænir þreyta englana. She says, long prayers, when you go in your room and pray private, you can pray the whole night. When you pray in the church or in the group, pray short.
Þegar þið eru heima þá getið þið beðið alla nóttina þess vegna, en þegar þið eru í svona hóp þá er það beðið stuttabænir. So then I made rules. Þannig að ég I bjóð til said, reglum. nobody can pray longer than 1 minute. Það má engin bjóða lengur en And I told them, if somebody prays longer than 1 minute, I'm going to say amen for you. Og ef einhver bjóður lengur þá mun ég segja amen fyrir hann. And I said, if somebody talks too long, Og ef einhver talar of lengur, politely, I'm going to ask you to stop. og þá mun ég biðja hann vinsamlegast að hætta. And if you don't like it, Og ef þið líka það start ekki, your group with your rules. og byrja þá þinn hóp með þína reglur. And then I talked to a friend of mine, Og svo talaði við vin. because I didn't want to stop people because they will get offended. Ég vildi ekki hætta, ég vildi ekki stoppa fólk And I asked af. my friend, Ég do vildi you ekki mind móðga. to pray a long prayer? Og I didn't hear. I asked him to pray a long prayer. Ég baði hann að biðja langa bæn. His name is Jack. I said, Jack, please pray very long prayer, and I'm going to stop you and don't get upset. Þannig að ég baði einn að biðja langa bæn og ég stoppaði hann And og he ekki prayed móðgast. long, and I said, thank you, Jack. Now we say amen. Og ég stoppaði hann á og sagði, herðu, nú segjum við amen. And then I told everybody, if you pray long, that's what I'm going to do. And they og, all, þá, okay. og þá sagði við alla, ef þið biðið svona lengi þá mun ég gera akkurat þetta við ykkur. They got the message. Þeir fengu skilabóðin. And then I talked to Tina, a new baptized lady. Svo talaði við Tínu sem var I nýskýr. said, Tina, we have too many. Við erum með á marga. When you go over 10, 11, 12, the group is too big. Þegar eru orðin 10, 11, 12 þá eru þau á So mörg. she took half, she took 7, Þannig að hún tók 7 með sér and I kept 7. og ég tók 7. And she started the second group, Og hún bjóð til annan hóp and she followed the same rules. og hún fylgdi sömu reglum. My group doubled, her group doubled. Hennar hópur tvöfaldaðist og minn líka. So Clara took half of Tina's group, Þannig að Klara tók sinn and helming Jack took half of my group, og Jack tók minn helming and now we had 4 groups og nú erum við 4 of hóp 7. af 7 And manns. each one doubled, Og hver eitt so then we had tvöfaldaðist 8 groups of Nú erum við about með 7. 8 hópa af 7 manns. It became the strongest part of our church. Þetta var sterkasti hópurinn í kirkjun okkar. There was a funeral. Það var jarðarför, Somebody died. það var einhver sem They dó. would always call the pastor first. Við hringdu alltaf fyrst í prestin. This time, En í þetta skipti they called me, var hringt and I go there, ég fór til þeirra and the whole group was there. og allir hópur var þarna. And I said, how did you learn about it? Hvernig And they vissi? said, well, they called us yesterday. Það var hringt í okkur í gær. And I said, you didn't call me yesterday, you called them? Okkur hringtur í And they þau en said, ekki mig. Pastor, this is family. Já, prestur, þetta er fjölskyldan. They were so close in the group. Þeir voru They svo, prayed for one another. They knew each other's problem. That they called the group right away. And they said, Pastor, this is family. já, þetta var svo náinn hópur að það var fyrst hringt í hópin og svo í Those prestin. groups become close, friends, become family. They offer emotional support. Þessir hópar bjóðu okkur öðru stuðning og andlega hjálp. And people who come to the church, if they have a small group, like a family of friends, they stay in the church. Ef fólk á góðan hóp, er eins og fjölskylda fyrir mann, þá halda þau áfram að vera í kirkjunni. Adrián, þú erst með spurningu. In my last church, I started groups, Í síðustu kirkjunni sem ég var með, þá byrjaði ég hóp and I asked them to start groups. og ég bað þau að byrja að hópa. So Helen, she is a retired lady. Helen, hún var þess að hætt að vinna She called all the retired people to come Monday morning at 9 a.m. to her house. og bauð öllum eldri borgurunum að koma heim til sín. Aaron, who is a chemistry teacher, Aron var he efnafræðikennari called all the teachers Wednesday night to his house. og hann bauð öllum kennurunum að koma heim til Another sín. guy who is a student Annar sem var nefandi called all the students Friday night to his house. hringdi alla nefnendur og kom Another til að lady, koma. Chandra, who is a doctor, Svo annar sem var called all the doctors and the nurses Friday night to her house. og einn sem var læknir bauð fullt af læknum til sín. Another guy who loves to sing in the church Og annar sem finnst gaman að syngja í called kirkjunni. all the people who get involved with the choir and the singing and the worship to his house on Tuesday night. Og hann bauð öllum sem finnst gaman að syngja heim And til we sín. had in different parts of the city, Og við vorum með á ólíkum different stöðum, groups, ólíka hópa, teachers, doctors, you understand? kennara, Meeting lækna, Monday morning, Tuesday night, Wednesday night, Friday night. við varum mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum, As soon as we formed the groups, bara leið og hóparnir mynduðust, members came to me þá and komu, said, this is the best church we have been in. kirkjumeðlimir til mín og sagði þetta er besta kirkja. Because they had a group of close friends. Af því þeir áttu hópa It's vinum. not just come to church once a week, Komdu í kirkju einu sing sinni, kumbaya,
Maður á ekki bara að listen to koma, a sermon, maður á ekki, and go home, and that's it. maður á ekki bara að koma í kirkju og syngja kumbaya og svo fara heim. You need fellowship. Þið þurfið vináttu And bönd. fellowship happens only in a small group. Það gerist aðeins í smáhópum. That's the reason the disciples would meet in homes Þess vegna hittust lærisveinir and í eat heiminum together. og þau borðuðu saman. That kept them like a family. Það gerði það verkum að þeir voru fjölskylda. Okay, another question? Já, Adrián? Lo que sea. I have a question, maybe it's a little bit more specific. It's regarding prayer, and it's about collective prayer. Mm. And I don't mean like this where two or three gather, or this, it's what you were sharing now, because I understand, and we understand probably the aspect of fellowship and emotional support. But I mean, and it's not that I don't believe it, by the contrary, I do. I just have always wanted to understand how it works or why. Okay. When we pray, and let's say we have a need, I have a need, somebody's sick, an emergency, and we call our friends that live in America, in Mexico, in Bulgaria, whatever, and ask for prayer. How does this, or the reason for this collective prayer in that level of, let's say, international, where you have no contact or anything to do with somebody's praying I will for the translate. I understand. I will translate. across the world? Já, understand. hann að meina, sko, hann alveg sammála því að við eigum að vera saman í hópum og biðja saman, en núna hann að spyrja hvernig virkar þetta ef maður lendir í áfalli og maður þarf að biðja eitthvað kannski einhverju öðru landi að biðja fyrir sér eða út allan heim eitthvað fólk að biðja fyrir sér sem maður jáfnvel þekkir ekki neitt. I'm going to give you a little more than what you asked. And there is no, it's for free. Og þetta There is no charge. ég ætla að segja þér aðeins meira en þú ert að biðja og það alveg ókeypis. So if you look in the Bible, in the spirit of prophecy, Ef þið lesið í Biblíunni og í anda the spátumskála, Bible clearly commands us to pray for one another. þá það mjög skýrt að Biblían vill að við biðjum fyrir hvort öðru. It's not a suggestion, it's a command. Hún ekki að In mælast til Greek, þess. it's an imperative. Þetta fyrir It doesn't say, please pray. Þetta ekki að segja, æ, viltu It biðja? says, you should pray for one another. Þú átt að biðja fyrir öðrum. So the Bible tells us to pray. Biblían segir við eigum að biðja. Even the Lord's Prayer doesn't say, forgive me, it says forgive us. Doesn't say, give me the bread, it says, give us the bread. It's always for the others too. Það til dæmis gef oss vort daglegt brauð, það í fleirtölu. So we know we are supposed to pray for each other. Við eigum að biðja fyrir hvort öðru, við But vitum það, in the Bible you find, en í Biblíunni, related to the size of the group, 3 types of prayer. það eru 3 tegundir af bænum með við stærð hópsins. Private prayer, Þetta einstaklingsbænin. that Jesus says, go into your room, close the door. Jesús segir því að fara inn í herbyggju og And loka God, dyrunum. who hears what you pray privately, would answer you publicly. Og faðirinn sem að heyrir í þér alveg í einrúmi mun svara þér bara út á við. So that's private prayer. Þetta þessi einstaklingsbæn sem í einrúmi. Listen carefully to what I say next. Nú hlustu nú vel. You cannot pray in your bed. Þú getur ekki beðið með að liggur upp í rúmi. It's not a sin, Þetta ekki synd, but it's not going to be effective. en það mun ekki virka. The Bible says Biblían segir every morning, á hverju mótni, early in the morning, snemma, while it was still dark, og meðan það var myrkur, Jesus would go to a remote place þá fór Jesús út í eyðimörkina and pray. og bað. So Jesus had a time and a place. Jesús var með tíma og stað. A time early in the morning. Snemma morgunin, A place, it was a remote place, he would go there. stað bara eitthvað stað Or the Bible says, go to your prayer room. út í óbyggðinni. Og Biblían segir, farið inn í herbyggi. In Israel, they would build homes, Í Ísrael þá eru heimilin byggð and above the house, og fyrir ofan húsið they would put 2 rooms. þá eru 2 herbyggi. One was for visitors, Eitt var fyrir and one was for prayer. eitt var fyrir That's the bæn. reason Peter would go above, because it was the prayer room.
Þess vegna það voru gerð 2 rúm, eitt var fyrir herbergi fyrir bæn og hitt var fyrir heimsóknargesti. Jesus said the time and the Ég- place. Jésús var með stað og stund. This is what people who do psychology say. Þetta það sem að fólk gerir sem að talar That sálfræði. our brain we have the way the brain functions, it likes to compartmentalize. How you say compartments? I don't know. Yes, thank you, English. Já, heilin vill setja allt í hólf. Everything we do, Allt sem við gerum. we put it on categories. Við setjum þetta líka í flokka. And we have a place to eat, that's called kitchen. Við borðum á stað sem heitir And we have a eldhús. place to work, that's called office. Við förum í skrifstofun til And að we have vinna. a place to do media, to watch TV, okay? Og við förum á stað sem við horfum And we have a sjónvarp. place to sleep, that's called bedroom. Og við sofum í herbergi, And svefnherbergi. when you pray in your bed, in your bedroom, Og þegar þú ert að the biðja, tendency is to fall asleep during the prayer and study ef þið biðja inn í svefnherbyggi, þá because sofnið. your brain says bed. Heilin okkur segir svefn. And you cannot focus. Þið getið ekki einbeitt ykkur. If you have a place for prayer Ef þið hafið stað fyrir bænina and you dedicate that time and that place, og þið tilengið þessum stað og þessari every stund, time you go there, hver skipti sem þið ferðu like þangað, Jesus did, eins og Jésús gerði. your brain knows that's prayer. Og þá veit When you heilin, get there, your brain knows now it's time to pray. þá veit heilin, hérna á að biðja. Plus, if you give that place to God, Og ef þú gefur Guði þennan stað, you know God is there. þá vitið að Guði þarna. Very important. Mjög I mikið. noticed in my life. Ég tók eftir þessu í mínu lífi. Sure, I pray. I'm trying to pray all the time when I drive, or Ég að reyna að biðja alls staðar hver sem ég not to pray in a way people understand, Ekki að biðja eins og fólk skilur, but to be connected, to be aware of God's presence, to Hel- talk to Him like friendly. heldur vera alveg með, finna það að hann sé þarna. But I have a place for prayer at home, En það staður heimast það sem ég fer and í, when á I go bæn. there, Og it's a þeir- different environment. Og þegar ég fer þangað, þá allt annað andrúmsloft. It's like a sanctuary. Þetta eins og helgur dómur, It's like a holy place. heilagur staður. I can be very close to God in that place. Þar geti verið mjög nálægt Guði. It's like church is a place for worship. Kirkjan það sem við eigum So- að tilbyðja. That's private prayer. Og þetta einrúmsbænin. According to the spirit of prophecy, private prayer is to open your heart for the thing that you should not talk to other people. Þessi einrúmsbæn segir í andarspátumsins að við eigum að biðja einrúmsbænina fyrir það sem við getum ekki sagt öðrum. No offense to anybody. Ég vil ekki móðga I don't neitt. know how you do things in this place. Ég veit ekki hvernig þið gerir það hér. I'm not criticizing because I don't even know. Ég ekki að gagnrýna ykkur því ég þekki ykkur ekki. But I've seen churches, Ég hef komið í kirkjur and before the sermon, og áður en að ræðan hefst, they take prayer requests. þá er verið að biðja bæna beiðnir. Now, if you have prayer requests in papers, in a basket, Ef þið værum með bænabeiðnir í svona and körfu somebody prays over them, og ef einhver biður yfir þessu, it's okay. það allt í lagi. But when people raise their hands, En fólk réttur upp hönd, and I've seen that, og ég hef séð þetta, and somebody starts telling a story and they talk half an hour, they Oh. cannot say, pray for my son. And my son was there, and my son is there, and my son, and then they talk half an hour. Já, fólk segir einhverja risastóra sögu í kringum staðið fyrir að segja bara, viltu biðja fyrir sinni mínu? And then somebody else, another 10 minutes, and Well- somebody else, another 15 minutes. And Og einhver annari tímyndur, einhver annari korter. if you have 100 people, Ef þið eru með 100 manns, your sermon is going to start at 2 o'clock. þá mun ræðan byrja klukkan 4. I was in that type of church, Ég var eins og and svona they kirkju started at 10:30. og það And at 12:30, they were still listening to prayer requests. 10:30 byrjaði þetta og klukkan var komin yfir 12 og það var ennþá að tala bænabeðnirnar. I don't tell you where. But at 12:30, the pastor told me, we have just another half an hour, pastor, and then you can preach. Klukkan var 12:30 og þá sagði hann I þér, said, þú hefur bara hálftíma. No, thank you. Now it's time for me to eat. And I didn't preach. Já, þá sagði presturinn við þess sem var að stjórna að það er hálftími þá að þú fer að predika og þá Because sagði hann, nei, ég þarf að fara að borða, ég People er are hættu already við. tired. Who listened to the sermon? Hvernig er að hlusta á Because ræði eftir your svona? brain can take so much. Það er bara, heilin tekur bara við svo miklu. If you want to present your private needs, the place for that is in the closet, the prayer closet, in the prayer room. Þannig að einræmusbænin er fyrir það að þið geti sagt þetta allt saman. And then the second type is prayer in small groups.
Og svo númer 2, það að biðja í litlum hópum. That's what the Bible says. Pray for one another. Þar segir Biblían, biðja That's fyrir what hvor öðrum. Jesus says. Wherever 2 or 3 pray together. Og Jesús segir það sem eru 2 eða 3 þið að biðja saman. Jesus promised Jesús lofaði, when people come in a small group, þegar fólk kemur í smáhóp, not 200, ekki 200, 2, 3, 4. 3, 4, Jesus promised he is there with them. þá lofar Jesús að vera það And mynda then með. Jesus says something very interesting. Og svo segir Jesús mjög áhugavert. When they pray in one accord, Og þegar allir biðja sem einróma, what does it mean? hvað þýðir að vera? To pray in one accord doesn't mean that they are in a Honda accord. Það þýðir ekki að þau séu í einhverju Honda-akkord. To pray in one accord means in translation Það biðja svona that they alveg, pray in unity of purpose. þannig að þau biðja í einingu þess sem að þau vilja gera. That means that they all pray for the same request. Þannig að allir að biðja fyrir sama atriðinu. Like, we all have problems, Við okay? erum öll með eitthvað vandamál. Let's suppose we meet in a small group Við hittum saman í litlum hóp, and we say, segjum svo. this week we all pray for my son. Þessa viku skulum við biðja fyrir syni mínum. Next week we all pray for your job. Og í næstu viku biðjum við fyrir vinnunum. Next week we all pray for your health. Og í næstu viku biðjum við Next fyrir week, heilsu you þinn. understand? We all unite for one purpose. Við erum öll saminuð með eitt markmið. Like the disciples got in the upper room and they all prayed for the Holy Spirit to Eins come. og lærisveinarnir komu saman í loftsalnum og báðu að fá heilagan anda. And this is what Jesus says. Þetta er það sem Jesús segir. When they pray in one accord, it will be given to them. Þegar þeir biðja allir einróma þá mun það veitast þeim. There is power in unity. Það er mjög mikill máttur í einingunni. Not because you need more people to convince God. God says, man, there are 200. I got to answer. Og Not that the more people Yeah. pray, the more they convince God. já, þetta er ekki þannig að því mun fleiri sem biðja, því mun betur mun Guð samfærast. Nei, það er God ekki þannig. cares about one as much as he cares about 100. Guð, hann þykir vænt einn eða jafnvel 100, alveg jafn mikið. God doesn't like division. En Guð vill ekki að sé sundrung. Jesus prayed that we would be one. Jesús bað fyrir því að við God værum likes eitt. relationship, unity, fellowship. Guð vill að við séum saminuð God brings unity. og Guð kemur líka með þetta. Satan brings division. Og Satan kemur með klofning. God likes when people are united Guð er líka vel við það þegar að fólk er saminað. because unity brings love, support, care. Saminning kemur með kærleika og umhyggju. Division brings selfishness and hate and conflicts. Og þegar að fólk er splundrað þá er hatur og árekstrar. And Jesus says, if you give up yourself Og Jesús segir, ef þú gefur sjálfum þig á bátinn and you all pray for this or for that, og biður frekar fyrir þessu eða hinnu that unity og svo eining brings you together. kemur öllum saman. And I like that unity so much that I'm going to give you what you ask if you all unite. Að þegar að þið biðið þetta þá ætlum ég að gefa ykkur þetta því að þið eru öll saminni. The disciples pray for the Holy Spirit in the upper room Þeir í loftsalnum lærisveinarnir þeir báðu fyrir heilugum and anda they receive the Holy Spirit. og þeir fengu heilagan anda. I could give you more stories, so we don't have time. But that's prayer in small group. Ég get gefið ykkur fleiri sögur en þetta er það að biðja í smáhópum. In private, Í einrúmi you pray about things that you should not tell people. þá biður það sem þú átt ekki verið að segja You fólki. don't wash your dirty clothes in public. Maður þrýfur ekki sína óhreinu föt fyrir framan alla. Do you know what that means? Veitir hvað það þýðir? You don't tell private things in public. Þið segið ekki prívat It's hluti between you and God. fyrir framan alla. Þetta er á milli ykkar og Guðs. In small group, Í smáhópum you pray for one another, þá biðið fyrir hver öðru but not for dirty things. en ekki fyrir óhreinu fötunum. You pray for regular needs, Bara venjulegum þörfum. health, Heilbrigði, job, vinnu, divorce, skilnaði, children, and börnunum, so on. svoleiðis. That's not in the church. En ekki í kirkjunni. That's in small groups where you pray for one another. Þetta er í smáhópunum. Now the third type Nú þriðja tegundin, is congregation prayer. það þegar við komum sem söfnuður. When you pray in the church in a big group, Þegar við erum að biðja í stórum hóp. you see it in the Bible. Not when it says go in your room, that's private.
Ekki þegar við förum á okkur einrúmsbænina. Not when he says when 2 or 3 pray together, that's group. Ekki þegar hann segir þegar 2 og 3 eru saman komnir, það hópurinn. But when you see Solomon praying for the whole Israel. Þetta þegar við sjáum Salomon vera að biðja fyrir öllu Ísrael. And the spirit of prophecy says, Og andi spádómsins segir, in the group you pray for people needs. í smáhópum ertu að biðja fyrir þörfum fólks. And in the church you don't pray for people needs, you pray for the church needs. En þegar þú ert með söfnuðinu, þá biður fyrir þörfum You safnaðarins. pray for the vision, for the plans, for the direction of the church, Fyrir sýninni, fyrir áformunum, for fyrir, growth, fyrir vexti, for mission. fyrir trúboði. But people who pray only for people and they don't pray for mission and for vision, that church doesn't have any vision. En fólk sem biður bara fyrir fólki en ekki kirkjunni sjálfri, And það if fólk there is- sem að hefur enga sýn. No vision, people perish. Og engin framtíðarsýn, þá ferst fólkið. If you don't have a direction, you will not go anywhere. Ef þú hefur ekki einhverja átt til að fara í, þá ertu ekki að fara neitt. In the church you pray for a plan Þið biður fyrir áformum and then pray for God's Holy Spirit and power og þið biður fyrir heilugum anda and then you do it. og svo gerið þið það. That's the church prayer for. Það kirkjubænin. Now, when you have a very great need, Þegar þú hefur mjög mikla þörf, that's what some people do. þá gerir þú þetta They stundum. talk to the church, they talk to friends all over. Talaðu fullt af fólki út allt. That doesn't mean that Það- that prayer convinces God more. En það þýðir ekki að sú bæn muni samfæra Guð eitthvað. That means that people try to unite all over for something very important. Það þýðir að fólk að saminast út allt eitthvað mikilvægt. So you don't get only your group united in one request, Þannig að það ekki bara hópurinn þinn you'd get several countries united in one request. og fari nokkur lönd með þér til þess að saminast sama efni. I don't see anywhere in the Bible where it says not to do it or to do it. I just don't see any information on it. Ég hef ekki séð í Biblíunni að maður ætti ekki að gera þetta eða ætti að gera þetta. Það engar upplýsingar þetta. But I do see that when we unite, En ég hef séð það þegar við erum saminuð, we get answer. þá fáum við svör. Can I say something about Yes. this? Mér langaði að segja við hann eitt varandi að mér hefur fundist þegar verið að biðja svona marga hér út allt, að þá hugsa maður stundum, já, kannski þessi bæn heitari heldur en einhver annar. I wanted to mention that sometimes when people do this, like someone over there, maybe someone in there is closer to God or more fervent in prayer, and that's like a jackpot. So I think people think sometimes like that. people think many times in the Catholic system. Sumir hugsa eins og katholska kirkjan There are many good people in every church, including the Catholic or the Baptist or the Adventist or many good people everywhere. Það fullt af góða fólki í öllum þessum trúarsöfnuðum, But the system is not always what the Bible says. en kerfið ekki alltaf eins og Biblían vill. So I don't talk about people. Ég ekki að tala fólk. God has good people that he loves everywhere. Guð með gott fólk og hann elskar I það. don't talk about people. Ég ekki að tala fólk. I talk about the system. Ég að tala kerfið. In the Catholic system, Í kerfinu í you go to katholsku, the priest to pray for you, þá ferðu til prestsins og hann or biður. you go to Mary to pray for you, Þú ferð til Maríu, because she is holy. af því að hún heilug. But in the Bible, En í Biblíunni, it says that we should pray að við eigum að biðja, because we don't pray in our merits. að því við biðjum ekki okkar We eigin go in mætti, God's presence in Jesus' merits. við biðjum í nafni Jésu. And he says that Jesus is our intercessor, not Mary, not Peter, not the priest. Og Jésús okkar meðalgangari, ekki He says- María, ekki presturinn. Clearly, it says in the Bible that Jesus does intercession for us Það Jésús sem biður fyrir okkur and that we should all pray in Jesus' name. og við eigum öll að biðja í Jésu nafni. But people don't understand that. En fólk skilur þetta ekki. Oh, Pastor, Hei, if you prestur. pray, God is going to listen. If I pray, he doesn't listen. Prestur, ef þú biður þá hlustar Guð. Ef að ég bið þá hlustar ekki Guð. It's like I have a number. When I call God, he always answers that number. Það eins og ég sem bara símanúmer hjá And that's Guði. God's private cell phone. Og þetta eitthvað svona prívat númer hjá Guði og hann svarar alltaf Oh, þegar ég Pastor, hringi. you are a saint. If you call God, he's not going to listen to me, but he will listen to you. Og ef að ég hringi í Guð þá hlustar hann ekki, en ef að þú gerir það þá hlustar hann. I don't have more merits than you do.
Ég ekkert merkilegri en þið. If you want to know if I am a saint, you need to ask my wife. Ef þið haldið þessi bara einhver helgur maður, skulle tala við konuna mína. I'm not a saint. Ég ekki heilagur maður And God answers every honest prayer. og Guð svarar öllum einlægum bænum. It's not based on what you deserve. It's based on His love and Jesus' sacrifice. Þetta ekki byggt á því hvað hann á skilið heldur hvað Jesús hefur gert fyrir okkur. And what gives you access to God Og það sem gefur þér aðgang að Guði is not your holiness, it's not my holiness. ekki minn heilaglegi eða þinn It's heilaglegi. Jesus' sacrifice on the cross. Það Jesús og hans fórn á krossinum. So when you go to God Þannig að þegar þið farið til Guðs with honesty, í einlægni with brokenness, og þið eru með and you brotið pray in hjarta Jesus' merits, og þið byrjaði í nafni Jesú, God answers honest prayer. þá svarar Guð einlægum bænum. The reason we think the prayer was not answered Ástæðan fyrir því að við höldum að bænin var ekki svöruð, is bænin var because ekki svöruð. we confuse what we ask Við ruglum saman því sem við byggjum with the way God works. við það hvernig Guð vinnur. Sometimes the way we ask is not the best way. Stundum það sem við byggjum ekki það besta fyrir okkur. And God knows Og Guð veit, the future. hann veit framtíðina. And He answers in His time Og hann svarar á sínum tíma in a different way than we ask, og á annan hátt en við byggjum but a better way. en á miklu betri hátt. And because we don't see the answer happening now, Af því að við sjáum ekki svari núna happening the way we ask, eins og við viljum, we think that He didn't answer. þá höldum við að hann hafi ekki But svarað. God loves you. En Guð elskar þig, He answers. hann svarar. But the Bible says that you need to wait upon the Lord. En þið verða að bíða eftir And Guði people don't like to wait. og fólk vil ekki bíða. People want it now. Við viljum fá svar strax. The Bible says those who wait upon the Lord Þeir sem að bíða eftir Guði, segir renew Biblían, their strength. þeir endurnýja styrk sinn. So, in the Bible, Abraham prayed for a son, Í Biblíunni bað Abraham son and the son didn't come. og sonurinn kom ekki. So what did Abraham do? Hvað gerði Abraham þá? He got a solution. Hann bara fann He lausn. slept with his servant. Hann bara svaf hjá þjónustukonu sinni. But that was not a smart idea, Það var ekki góð hugmynd. because then it created problems between his son and the son of the servant. Þannig að það urðu vandamál milli hans sonar og sonar þessara konu. God gave him a son, Guð gaf henni son. but 25 years later, En 25 árum setna, who wants to wait 25 years? hver vill hennar bíða í 25 ár? Joseph Jósef, was sold by his brothers as a slave, hann var seldur af bræðinu sínum sem and then þræll he was put in prison though he was innocent. og hann var settur í fangelsi saklaus. He prayed. Hann bað, Nothing happened. ekkert gerðist. It took 13 years in the Bible. Það tók 13 ár, 10 years a slave, 10 ár sem þræll, 3 years in prison. 3 ár í fangelsi. If you wait 13 years for an answered prayer, Ef að þið, you get tired. ef þið ætlaði að bíða í 13 ár eftir að fá svar við bæn, þá But verður þið sko þreytt. God did answer the prayer. En Guð svaraði bænin, Much better than he prayed. miklu He betur probably en hann. prayed, please free me, free me. Hann baði örugglega bara, æ, frelsaði mig, And frelsaði God mig. said, no. Og Guð sagði, nei, If I free you, you'll still be you for the rest of your life. ef ég frelsaði þá verður bara áfram þú. I'm going to wait for the right opportunity, Ég ætla að bíða eftir rétta tækifærinu and I don't just free you. og ég ætla ekki bara að frelsa þig. You'll be prime minister. Þú verður forsætisráðherra. If you would have the patience to wait, Ef þið hefði nú þolinmæðina til að God bíða, would answer much better than you imagine. þá myndi Guð svara miklu betur Because en God is love. því Guð hann elskar. The problem is that we don't have patience and we don't trust God. Við höfum ekki þolinmæðina og við treystum honum ekki. We Það er trust vandamál. what we do Við treystum bara því sem við gerum and we make a mess. og við bara rústum öllu. God loves you so much that he gave his son. Guð elskar ykkur, hann gaf sinn eigin son. Therefore you need to trust in him. Það er svona að þurfa að treysta honum. Anyway, Já, next question. Kristín Lára. Er í lagi að sitja á rúminu og biðja eða er betra að kljúfa við rúminu? Is it better to sit on the bed and pray or is it better to go on your knees in front of your bed? Ertu ekki að meina þegar þú fer að sofa? She's meaning when you go to sleep. Okay. You see, you may not agree with my answer Þú ert kannski ekki sammála svarinu. because some people say you should pray only on your knees. Sumt fólk segir þú átt bara að biðja á hnjánum And that's a form of respect. og þetta er leið til virðingar And I pray that way. og ég bið þannig.
But what do you do? The Bible says pray without ceasing. En hvað gerur ef að þú átt að gera eins og Biblían segir? Just be patient. I will answer. Just wait. Biðjið án afláts. The Bible says pray without ceasing. Biðjið án afláts. That means that I have to stay on my knees without ceasing. Það er þá að vera á hnjánum bara, That means that I never go to work. það þýðir ég fer ekki í vinnuna. So I need to pray when I am driving. Ég þarf að biðja þegar ég er að And keyra it's not a good idea to close your eyes when you are driving. og það má ekki loka augunum So þegar that means that I pray with my eyes open. þá biðja ég með augun opin. And in the Bible, you see people in Daniel's book. Ef við förum í Danielsbókina, The translation is that he was prostrating himself, basically laying on the ground. Daniel lá bara flatur á jörðinni, The whole body flat on the ground. alveg flatur. That's another position in the Bible. Þetta er önnur staða And inn í in the Bible, Biblíunni. it says, when you raise hands towards heaven, Og Biblían segir þegar þú lyftir and if you höndum read in their culture, they would pray standing with the hands up. og svona báðu þeir standandi með hendunir upp. That's another position. Þetta er önnur staða. So which one is the holy position? Hver er þessi heilaga líkamsstaða? Jesus says, pray in truth and in spirit. Jesús sagði biðjið í anda og So sannleika. basically, he's not looking for the position. He's looking that you pray with the whole heart, Hann er ekki að leita eftir einhverju svona líkamsstöðu heldur með einlæg í with hjarta, honesty, með einlægni and in the spirit, inspired by God's will. og fyllt af heilugum anda. Now, it is good, for instance, when you can, to kneel down before the Lord. Það er mjög gott að fara á hnén frammi fyrir Guði. But what you do in the church, En hvað gerir þið í kirkju? you say, let's have a prayer meeting for 1 hour. Nú skulum við biðja saman í klukkutíma. Everybody on your knees. Allir á hnén. But then you have people who are old, En svo erum við gamalt people who fólk. have arthritis, Sumir eru með gikt, people that have children. sumir eru með börn After 5 minutes on their knees, they are going to be sick. og eftir 5 mínútur þá verður þau bara veik. You know, so it's not a problem if they would just bow their heads and sit, you Það know, er alltaf að sitja as long og, as their heart is honest, connected to God. og lúta á höfði svo lengi sem að hjarta er einlægt og gefst Guði. However, so what I am trying to say is that there is no rule. Það er engin regla það sem ég er að segja. If you ask me how I do it, Ef þú spyr mig, I'm not the rule for anybody. ég er ekki endilega fordæmi fyrir neitt. I do kneel by my bed, yes. Ég fer á hnén fyrir fram að rúmið mitt And I put my head on the bed because it's more comfortable. og ég set höfuðið á rúmið vegna þess að mér finnst það þægilegra. But if you would ask God, En ef þú myndir spyrja Guð, God, Guð, should I pray on my knees by my bed or standing or on my knees in the bed? á ég að vera á hnjánum á gólfinu eða upp í rúmi eða á ég að standa við rúmið? I think that God would shake his head. Þá myndi Guð hrista á I hausinu. say, I am happy if you pray regardless how, just pray. Ég er alveg sama hvernig, bara byttu. You understand? Skiljiði, Just pray. bara byðjið. Okay, Aki, my voice is really bad. I'm going to take 1 or 2 more questions. tvær spurningar viðbót, Aki og hver annar. Dóvili. I wanted to ask, you said that we have to stay in the prayer until we are covered, with the panoply, Já, þú varst að tala um að vera alveg hulinn. to be in the presence of God. How you understand that you are covered? Hvernig skilur þú hvenær þú ert hulinn? Very difficult question to answer. Mjög erfið spurning, svara. We confuse prayer Við rugglum bæn with saman petitions. við beiðni. Prayer is not when you ask. Bæn er ekki því þú ert að biðja. There are 8 types of prayer in the Bible. Það eru 8 tegundir af bænum í Biblíunni. It's intercessory prayer, Biðja fyrir fólki, petition prayer, að biðja um eitthvað, relationship prayer, tengsl, thanksgiving prayer, þakkargjörð and so on. og svo I framvegis. don't have time to go through them. Ég get ekki farið í It gegnum takes þetta. 16 hours to present them. Tekur 16 klukkutíma. But En prayer is not petitions. bæn er ekki að biðja um eitthvað. Prayer is connection. Þetta er tenging. You don't need to ask something. Þú þarft ekki að biðja You um could eitthvað. go in the presence of the Lord just to be with Him. Þú getur farið til drottins og vera bara með When I hann. was dating my wife, Þegar ég var að kynnast konu minni, I would plan, I'm going to tell her this and I'm going to say this and I You- would plan every word. og ég var að áforma allt, ég ætla að segja henni þetta og ég ætla að gera þetta. When we met, Svo þegar við hittumst, I was mute. þá var ég alveg þögull, ég gæti ekki sagt I neitt. was just happy to watch her Ég var bara glaður að sjá hana and to be with her. og vera með henni. And she would say,
don't you want to say anything? Og hún sagði, viltu ekki segja eitthvað? And I would forget everything I wanted to say. Og ég var búin að gleyma öllu sem ég ætlaði að segja. I say, just can we stay a little longer here together? Getum við verið aðeins lengur saman hér? That's what you see in the psalm. Þetta það sem við sjáum í sálmunum. People have always had needs in the history. Fólk hefur alltaf haft þarfir. David is in the wilderness of Judea, Davíð var í óbyggðum, followed by the king and the king's army. kóngurinn var eldan, He has to protect 600 people, hann þarf að vernda 600 their manns, wives konurnar and their children. og börnin. History says over 2,500 people. Þetta voru 2500 manns. He has to feed them, Hann þarf að gefa þeim borða, he has to give them water, hann þarf að gefa þeim vatn, protection from the king's army. verndaði fyrir kónginum. He has so many things to pray for. Hann með svo mikill að biðja fyrir And he says, og hann segir, in a dry land í þurru where there is landi, no water, þar sem ekkert vatn, what does he say next? hvað segir hann svo? Please give me water. Segir hann, gef mér vatn? He says, Nei, I've seen you in your sanctuary. ég hef séð þig í þínum heilaga mustri. Your presence is better than water. Að vera með þér er betra Your en vatn. presence is better than the best foods. Að vera með þér er betra en When matur. I am with you, I need nothing. Þegar ég er með þér þá þarf ég ekki neitt. It's so good to be with you. Það er svo gott In a að vera. different psalm, Og he öðrum says, sálmi, one day with you is better than 1,000 days in Las Vegas. einn dagur It með doesn't þér er betra heldur en einn heil vika í Las Vegas. Basically, what we need to understand, Það sem við þurfum að skilja, prayer is not petition. bæn er ekki að biðja um eitthvað. Prayer is relationship. Bæn er tengsl. That means Það þýðir, that when you go in God's presence, þegar þið farið fram fyrir Guð, regardless if you go to church, hvort heldur sem þið eru að fara í or you go kirkju, to prayer, eða á or bænastundina, you go to the Word, eða í orguðs, you should not go as a routine. ekki gera þetta sem rútínu. I got to read 3 chapters a day and say my morning prayer and my evening prayer. Ég verð bara alltaf að lesa 3 kafla á dag og fara með That's the reason you morgunbæn don't get answers. og kvöldbæn. Þess vegna fáum við ekki svör. Because it's a routine. Af því að þetta er bara rútína. You should not go because it's a crisis. Ekki af því að Oh, I am in need, now I go to God. það er ekki bara af því að það er einhver You should go vandræði. because of love. Farið af því að elskið. If you have a friend that never calls you except when they need something, Ef þið er vinn sem hringi bara þegar hann þarf eitthvað að halda. that's not a good friend. Það er ekki góði vinnur. You should go to God because you desire God. Þú fer til Guðs að þú You þráir want to hann. know Him. Þú vilt kynnast honum. You want to have a relationship with Him. Þú vilt eiga samskiptum við hann. And He promised Og hann lofar that if you seek Him with all your heart, að ef þú leitar hans af öllu hjarta, He will discover Himself to you. þá mun hann byrta sig And the þér. more you seek Him, Og því mun the meira, more He will show you. As Moses, please show me your face. I want to know you. eins og Móses sagði, sýndu mér andlit mitt, ég vil þekkja þig. So if you go with that desire to know God, to love God, Ef þið farið með þess að þrá að to be þekkja with Guð, God, kynnast honum, the more time you spend with Him, því með meiri tíma sem þið verðið með honum, not with a mindset, I got to read 3 chapters a day. ekki þarna, ég verð að lesa 3 kafla á dag. Maybe you read only 1 Bible verse. Þið lesið kannski bara 1 biblíuvers. But you want to find God. En þið viljið finna Guð. You go to the Word not to do your duty, but you want to see what do you learn about God from that Word. Þannig að þið farið í orðið og hugsið hvað get ég lært Guð í þessu orði. Jesus told the Pharisees Jesús sagði við farisjana in John 5, í Jóhannes Guðspjalli you 5. search the scriptures because you think you get eternal life. Þið rannsóknið reikningarna því það teljið að það er eilíft líf. You should not search the scriptures to get eternal life. Þið er ekki að leita reikningarna til They þess testify of me. að finna You eilíft should líf. search them to find me, Þið að rannsaka reikningarna til að finna go- mig, sagði Jesús. to prayer Ef þið farið og byggjið and to Bible og til with biblíuna, the desire to find Him. að þið eru að fara að leita hans. The more you do that, Því með meira sem þið gerir þetta, the Bible promise is that the closer He will get to you. Biblían segir þá að hann mun koma nær ykkur. And trust me, Og Bible doesn't lie. Og treystið mér, Biblían If lífur you ekki. do that, Ef þið gerir þetta, you'll get slowly, but closer and closer and closer and closer. þá komið nær og nær og nær He Guði. says that the work of the Holy Spirit is like the wind. Vinna starfið sem að heilanandi gerir eins og You vind. don't see it, Þú sjáuð það ekki, but you see the effects. þið sjáuð hvernig það virkar. When God works, Þegar Guð vinnur, you are not going to see something today. þið sjáuð kannski ekki endla í But dag. if you keep doing it, En ef þið haldið áfram, 2-3 months later, svo 2-3 you mánuð look setna, back þú lítið þið tilbaka and you aftur, will see the effects. þá sjáuð þið Always. hvað gerðist. Every one of the people that I talked with, Allir sem ég hef talað við, everyone, allir, no exception,
Það engin undantekning. When they do that consistently, Þegar þeir they gera þetta, spend quality time in prayer and study with an honest desire to know God. verja gæðastund með Guði til þess að kynnast honum. They all call me back. Þá hringjar And they allir. all tell me after 2-3 months, they start to sense God's presence. Þannig að eftir 2-3 mánuði þá byrja ég að finna fyrir nærveru They Guðs. start to distinguish God's voice. Þeir byrja að heyra röddi Guðs. They know when the Holy Spirit impresses them, gives them a nudge to do something, Þeir vita hvenar heilur til að segja þeim að gera þetta eða because you hitt. get used with God. Af því að þú venst Guði. It's like you are not used with God, Ef þú ert ekki so vanur when Guði, He talks, you don't know. þegar hann talar þá veistu það ekki. But if you do that every day, En ef þú gerir þetta alltaf, your brain starts to distinguish God's voice. þá byrjar heilin að taka eftir röddi Guðs. That's what the Spirit of prophecy says. Þetta það sem Andi spátumskafuna segir. He says that those who spend time continually with God in prayer and study, Þeir sem verja stanslust tíma með she Guði says after a while, í rannsókn og bæn, they will sense the presence of the unseen powers and worlds around them. þá munu þeir uppgötva ósýnilega krafta og heima sem að annars myndir ekki sjá. You will sense His presence, you will sense His voice, you will sense that peace. Þeir munu finna fyrir hans nærveru, friðinum It's more than that. og meira en það. It gives you power Það gefur manni mátt through the day. í gegnum daginn. When I study and pray and spend time with God, Þegar ég rannsaka og ver tíma I með Guði, have peace when I go through challenges. þá hefur frið, I have power. ég hef mátt, People listen to me when I talk to them. fólk hlustar á mig þegar ég tala við fólk. When I don't study, Þegar ég rannsaka ekki, because I came late and I was tired and I woke up late and I am in hurry, þegar ég kom og seint og ég að flýta mér I cannot even function. og ég náði ekki að biðja, I run in all directions. þá funkar I ég am ekki. stressed. Þá fer ég út allt, I work a lot and I accomplish nothing. ég stressaður, vinn mikið og næ ekki að gera neitt And I feel that I'm not alive. og mér finnst eins og ég sé ekki eins og And lifandi. then what I do, Og það sem ég I geri þá, correct myself. ég leiðrétta mig And next day, I wake up early og næsta dag and make it a priority to spend time with God. vakna ég snemma og set það sem forgang að biðja með Guði. And you learn that after you do it for a while. Og þau munu læra þetta eftir smá tíma. Now, don't look for a voice. Ekki leita eftir einhverju rödd sem þið heyrið, Don't look for a miracle. ekki eftir kraftaverki, Don't look for a feeling, oh, I feel high. ekki leita eftir einhver svona tilfinningu, Just look for God. það sem að þið finnst þið vera komin And when he comes, einhverjar hæðir, You will know. leiti bara Guðs og þegar hann kemur þá It's like vitið þið. Elijah. Það er eins og Elja. A wind came, Það kom vindur, a fire came, eldur kom an earthquake came. og jarðskjálfti. He knew that's not God. Hann vissi þetta var ekki How Guð. did he know? Hvernig vissi hann það? Because he has spent time and he has prayed a lot before, so he knew Af því að hann when God talks. hafði varið miklum tíma með Guði og hann vissi nákvæmlega And hvernig then Guð what talaði. came next? Hvað kom svo? A soft, Mildur, you remember? And he knew that's God. mildur vindur. Hann vissi að þetta var Guð. And so, just keep doing it. Haldið bara áfram. Make it the rule of your life. Hafið þetta sem lífsreglu. I ask God to wake me up early in the morning, and I mean it. I ask from the heart, Lord, please wake me up early. Og ég bið Guð frá hjartanu, viltu vekja mig upp snemma? Because people sometimes love sleep more than they love God. Af því að stundum elskar fólk meira svefn heldur en Guð. And God wakes me up, Og Guð vekur mig, sometimes at 4, stundum klukkan 4, sometimes at 2. stundum klukkan 2. Sometimes I'm not happy. I say, it's 2 a.m., come on. Og ég ekki ánað með það, klukkan er But when he 2 wakes me up, og en hann vekur mig. because I don't want to fall asleep again, Af því ég vil ekki sofna aftur. I run away from the bed, Ég hleyp frá I go to rúminu, my prayer spot, fer beint á and I bænastæðin spend time in prayer og ver stund and reflection í bæn, and study. rannsaka And that gives me strength, energy, God's presence through the day. og það gefur mér styrk og orki gegnum Now I'm daginn. going to tell you something very important. Mér langar að segja ykkur eitt mjög mikilvægt. It says that Enoch, Enok, Abraham, Abraham, Moses, they walked with God. þeir gengu með Guði. What does it mean to walk with God? Hvað þýðir það að ganga með The Guði? Spirit of Prophecy says Andis spátum that skánum to sig. walk with God means, Að ganga með Guði þýðir, listen carefully now, nú hlustið vel, to be aware of His presence. að vera meðvitið nærveru hans, That changes your life. það breytir Has lífið. extreme power, Þessi, transforming power. þetta er mikill máttur sem When umbreytir. you are aware of God's presence,
Þegar þú gerir You grein don't fyrir act the same. nærveru When you hans get busy and you forget about God's presence is when you behave bad. og þegar þau eru mjög upptekin og gleymið að hann Number er one, þarna, she says, to walk with God it means, að ganga með Guði er one, to be aware of His presence. númer 1 að vera meðvitaður hans nærveru, Two, númer to 2 be continually connected, never disconnect. vera alltaf í sambandi, aldrei að missa sambandið, And three, númer 3 to depend on Him og in everything. vera háður honum í öllu. And then she says something. Og svo segir hún, She says, discipline yourself ægið periodically throughout the day. síniði, ægið ykkur sjálfu gegnum daginn. Discipline yourself to periodically through the day, What does that mean periodically? every once in a while. Já, bara oft yfir daginn. To stop everything Hætt á þess að þeir að gera and reconnect. og tengist aftur. Now you don't need to stop and pray another 2 hours. Þið þurfið ekki að stoppa og byggja næstu 2 klukkutíma. You pray long when you wake up early in the morning. Þið byggði langa bæna mótnana. Through the day, Yfir daginn, like Daniel, eins og Daniel. he prayed several times through the day. Hann bað nokkru sinnum yfir daginn. The Bible says that he prayed how many times? Hversu oft bað hann? Huh? Uh-huh. Þrisvar. That's what the Bible says, but you are wrong. He prayed 5 times. Hann bað 5 sinnum, ekki 3 sinnum. Because they all prayed at the morning sacrifice and at the evening sacrifice 2 times. They all, at the time of the sacrifice, they would pray. Þegar var verið að færa morgunfórnina og kvöldfórnina þá And he báðu prayed allir 3 more times. That's together 5. og þá bætti hann við þessum 3 bænum og þannig að hann baði 5 sinnum. So she says, discipline yourself Hafið aga through the day yfir daginn, to stop periodically stoppa oft yfir daginn, for a short time, like 1-2 minutes, 1-2 mínútur and reconnect. og tengjast aftur. And she says, Hún segir, you will get used after a while þú venst and you will eftir, stay connected. You will not forget about og God's svo presence. venstu þessu eftir smá tíma og þá gleymir Guð ekki. I did that. Ég gerði þetta, You know what I did? vitið hvað ég gerði? I took my cell phone Ég tók and I símann put my cell phone to vibrate every 2 hours. og ég leta hann titra á 2 klukkutíma And fresti every 2 hours when the phone would vibrate at 10 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, og alltaf þegar að síminn titraði, I would stop for a few seconds. þá stoppaði ég If nokkra I was sekúndur. driving, I would pray in my mind. Ef ég var að keyra þá bað And ég í just huganum. short, I would say, Lord, I have a tendency to forget about you. Ég sagði, Drottinn, ég á það til að gleyma þér. Please help me to stay connected. Viltu hjálpa mér að vera alveg tengdur? I don't want to go alone. Ég vil ekki fara einn. Please stay with me. Viltu vera með mér? And you know what happened? Vitið hvað gerðist? So my telephone would vibrate every 2 hours, Sími minn, hann titraði að and I would pray every 2 hours. Short. alveg annan 2 tíma fresti. After 3 weeks, Eftir 3 vikur, believe it or not, ég veit ekki hvort þið trúið því, before my phone would vibrate, I would stop and start praying because my body got used every 2 hours. þannig að líkaminn minn var farin að venjast í og hann var farin að muna áður en síminn hringdi. Like if you put your cell phone to wake you up every morning at 5, after 2-3 weeks, you don't need a cell phone. You wake up at 5. Eins og þið setja alltaf vekjarklukkuna og vakna alltaf sama tíma, þá þurfið ekki vekjarklukku eftir eitthvað tíma. That's what she says. If you discipline yourself to pray periodically, you would get used and you'll stay connected. Þannig að ef þið gerir þetta og yfir allan daginn, þá venjið ykkur á að vera alltaf tengt. And that gives you God's presence. Þetta gefur ykkur nærveru That gives Guðs, you peace. það gefur ykkur frið, That gives you wisdom. það gefur ykkur That visku gives you power. og kraft, That helps you. þetta hjálpar ykkur. And this is one of the ways that you are continually in God's presence. Þetta er eina af þessum leiðum til að vera stöðugt í sambandi við Guð. But very strange. Þetta er mjög skrítið. People are willing to do anything. Fólk er til í To að gera give money, hvað sem er. to build a building, Gefa to pening, go to church, byggja byggingu, but they are not willing to stop and pray. já, og þeir nenni ekki að fara að stoppa og byggja. Because Satan wants to distract you. Satan vill leiða okkur í burtu. Because he knows whatever you do, you Yeah. get no power. Hann veit að alveg sá hvað þú gerir, But þá he hefur knows when you connect with God, that's when you get victory and power. engan kraft, en þegar þú tengist Guði, þá hefur So máttinn. Satan will do anything to the degree that you are distracted and you have no time to pray. Satan vill gera hvað sem er og láta þig gera hvað sem er nema byggja. The secret of Jesus' power was his prayer life. Og leyndardómur af krafti Jesú var bænalífið hans. The disciples, when they saw him how he prays, they said, wow, we thought we know how to pray, but you don't pray like us. Teach us how to pray like you. Og lærisveinarnir sá, vá, rosalega byður þú dásamlega, við viljum læra þetta, kennt okkur að byggja.
If Jesus Ef að Jesús prayed so much, þurfti að biðja svona mikið, how much more we should pray? hversu mikið ættum við þá ekki að biðja? Basically, we need a lot more prayer than he needed. Við þurfum miklu meiri bæn heldur en hann nokkuð tíma. And yet we don't pray. En samt biðjum við No ekki. wonder we are so weak Það er ekki nema að vona við séum svona veik and so discouraged og alltaf svona and so döpur powerless. og án máttar. In Romania, Í Rúmeníu during communism, á kommunista tíma, there was persecution. þá var verið að ofsækja fólk. How do you think people stayed strong? Hvernig haldið þið að fólk hafi haldið sér sterku í gegnum þetta? Because they had no weapons, no power, Það no voru engin vopnað neitt svoleiðis. prayer. Það var bænin. People prayed and Bæn. it gave them courage and strength. Fólk bað og það fekk hugrekki og styrk. That's the key. Þetta er leikillinn. Prayer is going to give you strength in everything. Við munum fá styrki gegnum bænina. And you'll see when you pray, you grow spiritually. Og þegar að við byggjum þá vöxum við andlega. One more point here and then I stop. Þetta var vilja. Prayer and study go together. Það að biðja og rannsaka biblíuna fer alltaf You saman. should never separate them. Aldrei taka þetta í sundur. Prayer is breathing. Við, að biðja er eins og anda. You cannot breathe only out. You also need to breathe in. Við getum ekki bara andað út, við þurfum líka að anda inn. Through prayer, you talk to God, Við tölum við Guð í and through the bæninni word, God talks to you. og í gegnum biblíuna tala Guð við And okkur. what God says to you is more important than what you say to Him. Og það sem Guð segir við þig er miklu mikilvægara heldur en það sem þú segir við The hann. word is the word of God. Orðið er orð Guðs. The Spirit of prophecy says that the word is as God was next to you, talking to you face to face. Orðið er bara eins og Guð væri bara fyrir fram að þig að tala beint við þig. She says in 6 testimonies, Ellen White segir í 7. vitnisspyrðunum that sínum. we should never disconnect prayer and study. We should always do them together. Við ættum aldrei að aftengja biblíurannsókn og bæn. Not that you pray and then you study, no. Ekki það þú er að biðja og svo rannsaka. But like a dialogue, Það er eins og að vera like a conversation. eins og í samræðum. You pray a little Þú biður and study a little og rannsakar. and pray a little Biður, and study a little. rannsakar. This like when I talk Ég tala, and then you talk svo tala þú. and then I talk. Svo tala ég. There is no conversation or dialogue when only one is talking. Það er ekki neina samskipti ef bara einn er að tala. You need to learn to listen. Þú þarft að læra að And hlusta. people in our society never listen. Og fólki í samfélaginu hlustar aldrei. They don't even know how to listen. Kunna ekki einu svona hlusta. But the Bible says that he who has ears to listen what the Spirit says. Biblían segir að sá sem hefur eyra, hann heyri hvað andinn segir. God wants to talk to you. Guð vill tala við. God has never changed. Guð hefur aldrei He's the breyst. same. He talked to Abraham, he talked to Moses, he talked to Peter, he talked to Paul. Hann talaði við Abraham, Móses, Pétur, Pál. He wants to talk to you. Hann vill tala He við þig. says, my sheep know my voice. Sauði mínu þekkja The mín Bible rödd. says, you'll hear a voice. Og Biblían segir, þú munt heyra rödd. The Bible says, in the morning you awaken my ear to listen. Á morgnana vekur þú eyra mitt til að hlusta. Through the word, God talks to you. Í gegnum orðið talar Guð til That's þín. the reason you need to pray and then study so God could talk to you. Þess vegna þurfum við að biðja og rannsaka svo Guð geti tala við þig. And then you need to reflect. Svo þurfum við að velta þessu fyrir ykkur. Not just read, Ekki bara lesa, but eat it, borða þetta, chew it, tyggja það, reflect on it. velta þessu That's fyrir what sig. David says. I meditate upon your word. Þetta er það sem Davíð segir, ég velti orðinu þínu fyrir mér. That's when you think. Ég hugleiði það. You chew it. Þú You ask questions. tyggur þetta, spyr spurninga. You don't just read and go. Þú lest ekki bara á You ferð. pray, you read, and then you think. Og þú lest, And then you pray, and then you read, and then you think, and then you pray, and then you read, and then you think again and again. biður, lest, veltir þessu fyrir þér. When I do that, Þegar ég ger þetta, the more you do that, the deeper you go. því með meira sem þú gerir, því And you með start to dýbra understand. kemur. Og þú byrjar að skilja meira og I meira. don't read 10 chapters. Ég les ekki 10 kapla. I read a little, Ég les then I smá, pray, and then I think. Then I read again, and then I think, and then I pray. ég les og bið og hugsa og velta þessu And then fyrir. I ask questions, Og svo spyr ég and I spurninga, think, ég and hugsa I pray. og bið. Like, there was a beggar that was paralyzed in front of the temple. Það var til dæmis beiningamæður sem var lamaður fyrir framan mustrið Give me a penny, please. og hann sagði, gef mér pening. A good Adventist.
Take $1. Góður aðventisti gefur $1. Thank you. Takk fyrir. Next Adventist, take Nice. $5. Whoa, thank you. Næsti aðventisti gefur $5. One day, 2 days, 1 month, 1 year. How many years? Hvað mörg ár var hann þarna? 40, it says in the Bible. He was paralyzed for 40 years. And the Bible says that Yeah. every day, every Monday, Tuesday, Wednesday, he would be at the door called Beautiful in front of the temple. Og hann var þarna í 40 ár, fyrir fram að dyrnar kallaða fögrudyr. 40 years. 40 ár. If people gave him money, Ef fólk gaf honum pening 40 years, í 40 ár, did it help him? hjálpaði honum. Because he was there again tomorrow. Svo var hann He að was næsta there. dag. For 40 years, he was still in need. You give him and he is still in need. Hann ennþá þarna í þörf. Peter says, money I don't have. Excuse me. Peter said, money I don't have. Já, Pétur sagði, ég á enga pening. No, that's not true. He had money. Hann átti pening. Because no one would go to the temple without bringing tithes and offerings. Nobody. Það myndi enginn fara í mustrin nema að koma með 10 og gjafir. And they were allowed to give to the poor from the offerings. Og þú mátt gefa til fátakra af gjöfunum. Peter could have given him from the offerings. Hann hefði getað gefið honum frá But gjöfunum. Peter says, you know what? En Pétur sagði, If I give you, you'll still be paralyzed tomorrow. ef ég gef þér þá heldur áfram að vera fatlaður á It's not morgun. going to help you. Þetta mun ekki hjálpa I þér. have something better. Ég er með miklu betra fyrir þig. In Jesus' name, take your bed and walk. Í Jesú nafni takk þú þína rekju og gakk. You read it. Þið lesið þeim You þetta. ask questions. Þið spyrjið. How many people would enter the temple every day? Hversu margir myndu labba How þarna inn? many people went to the church to worship every day? Hversu margir fóru daglega þarna inn í mustrin? Thousands. Þúsundir. Why only one says, I don't have money, but what I have I give you, Jesus? Af hverju bara einn sem segir þetta við hann? The others who go to the church, don't they have Jesus too? Allir hinir, voru þeir ekki líka með Jesú? Can you be in the church Getur þú verið í kirkjunni without Jesus? án Jesú? As paralyzed as the one outside the church? Alveg eins og þessi sem var lamaður Spiritually paralyzed in the church? utan kirkjunar og andlega lamaður inn í kirkjunni? How many people go to church and they have no power, no Jesus? How many people? Hvað eru margir sem fær í kirkju og hafa enga mátt? Why didn't the others say, hey, in Jesus' name walk? Af hverju sögðu ekki hinir, hei, í nafni Jesú skaltu How labba? many people in the church have faith? Hversu margir í kirkjunni hafa trú? How many have a close relationship with God? Hversu margir hafa náið Another saman? question. Did Peter pray, Lord, if you want this man to be healed, please, in Jesus' name, may your will be done. Amen. Did Peter pray? Bað Jesú svona, viltu vera svo góður að lækna hana mann? No. Nei, hann gerði það ekki. Then why would he do that? Af hverju gerði hann það svona? Well, it says in the Bible, if you read it. Það It says stendur. Peter was in the spirit. Pétur var í anda. That means Það that þýðir, he was connected. hann var tengdur. That the spirit told him. Andin sagði It's hann. like Elijah. Það er eins og Elja. Elijah didn't get an idea. You know what? It's not going to be rain for 3 years and a half. Það var ekki hugmynd frá honum að það skildi ekki rigna í 3 ár. God told him Guð sagði hann because he was connected. að því að hann var tengdur. God told Peter, heal this man Guð sagði because he Pétur, was connected. læknaði þennan mann. That means that people who are connected, they are praying all the time. They don't need to pray in crisis because they have been praying all along. Og það þýðir að fólk þarf ekkert að biðja, það er búið að vera í bæn stanslust. They are led by God. Þau eru leidd af Guði. And you ask questions. Og þú spyrir spurningar. What if I was Noah? Hvað ef ég væri Nóa? Would I build the ark? Myndi ég byggja örk? 120 years? Í 120 Working 120 years? Would Vinna I, og vinna í 120 ár? what would my wife say? Hvað myndi kona mín segja? What would my conference say? Hvað myndi kirkja Are mín they segja? going to fire me, send me to the psychologist that I lost my mind? Væri ég rekin og sendur til sálfræðings? You ask questions. Maður spyr So spurning, you understand what happened there svo við skiljum hvað gerðist. as it happened today to you. Eins og það gerist í dag fyrir þig. You ask questions, you think, you meditate, you reflect, you pray, you think, you read, you pray, you think. Þú lest, þú byður, þú hugsar, þú spyr spurninga aftur og aftur. That's how you dig deeper and deeper in the treasure. And the more you dig, the more treasure you get out. Og þannig grafið alltaf dýpra og dýpra og þannig fáið meiri fjársjóð upp. So you don't read a lot and get nothing. Ekki lesa mikið og fá ekki neitt. You read a little, Lesa lítið, pray, Byrja. think, and get something. hugsa og fá eitthvað. That's how you study. Þannig eigum við að rannsaka. You understand? Skiljiði hvað ég á við? That's the reason David says, I meditate upon your word day and night.
þess vegna segir Davíð, ég hugleiði orð þitt dag og nótt. Because that illuminates your mind Þetta lýsir upp hugan þinn. and God can talk to you. Guð getur talað við þig And then you stay connected with God. og þannig ertu tengdur við Guð. And that gives you a lot of strength. Þetta gefur þig mikinn styrk. That's the reason the martyrs, they were singing, they didn't care that they suffer. Þannig að þeir sem að dóu píslar vættist dauða, þeim var alveg sama því að þeir Connected. voru algjörlega tengdir. Anyway, I'm done. One more. More? One more You- question? You said two Okay, questions. okay, one more. Short, okay? Because sometimes I'm thinking like when I'm having personal prayer or like individual prayer, let's say just I'm talking to God and sometimes I'm thinking, okay, I'll just do it in my mind and Satan cannot hear what I'm telling. That's a good one. Já, No. Hold on a second. ég ætla aðeins að þýða þetta. I'm gonna translate this. Já, hún að velta fyrir sér, eigum við að biðja í hljóði eða upphátt. Ég vil ekki að Satan heyri það sem ég að segja í bæninni. That makes me smile. Sorry. Þetta er mér brosa, afsakið. The Bible says, Biblían segir, John says, Jóhannes that segir, Jesus went to a place Jesús and fór, then he prayed and said, Lord, take the cup away from me. Jesús fór á afvikinn stað og bað Guð að taka frá sér bikar. How could John know if Jesus prayed in his mind? Hvernig gat Jóhannes vitað That ef means að, that Jesus prayed loud. að Jesús hefði sagt þetta ef hann hefði bara sagt þetta í huganum? People say, if you pray loud, Satan is going to hear it. Ef þið byggði hátt þá heyri Satan? Nei. When you pray, Þegar þið byggjið, you call God's presence. þá kallið til Guðs og hans nærveru. Satan doesn't stay there. When God comes, Þegar Guð- Satan leaves. Þegar Guð kemur, As soon as you say Jesus, when you say that name, Satan runs. leið að segja Jesús þá hleypur Satan í burtu og The heyrir. Spirit of prophet says, when we pray Þegar við and byggjum, mention the name Jesus and invite him, Satan and all his angels, they run, they go. já, Andi Spátumsgáfuna segir að þegar við They byggjum cannot stand in God's presence. og þegar við byggjum Jesús að koma, They will be consumed by God's righteousness. þá fara þeir vera You go hverfa. in God's presence only because you go in Jesus' merits. Og þú getur aðeins gert þetta í Jesú nafni. But praying loud, En að byggja upphátt, it helps your mind to focus. það hjálpar huganum að einbýta sér You betur. don't have to. Þið þurfið ekki When you að are in public, don't pray loud, please. maður gerir það náttúrulega ekki fyrir framann aðra. But when you pray alone, En þið eruð ein, you should pray loud. þið ættu að byggja upphátt. You don't need to scream Þurfið ekki að öskra, because God can hear your voice. Guð heyrir alveg In fact, röddina. the Bible says Biblían segir, that he knows you from afar. Guð þekkir okkur But in the Hebrew, langt í burtu. the translation is that he knows your thoughts Í hebreskunni, before they are formed. já, í hebreskunni því það He knows what you want to think before you think. að hann þekkir hugrenninga He knows okkar what you want to ask before you ask. löngu áður en við byggjum And það he sem starts answering before you ask. hann byrjar að svara bænunum áður en við byggjum. Like a lady was in Africa as a missionary, Það var kona í Afríku sem trúbóði. working with sick children. Hún var að vinna með veikum börnum. It was long ago. Þetta er langt síðan það var. There was no internet. Það var ekkert I internet read þá. it in the book. Ég las þetta í bók. And it would take from England to ship medicine for her. She was a doctor. It Þetta would take 4 to 5 months on the ship, on the boat. tók 4-5 mánuð að fá lyf frá Englandi yfir til hennar So she's praying for a group of children, með, með bát. Hún var að biðja fyrir börnunum. and she says, we have no more bandages, Við eigum engi sárabindi no more antibiotics. og við eigum engi síklarlyf. Can it take 4 or 5 months? Þetta mun taka 4-5 mánuði. And one of the girls says, but you say that God can perform miracles. En einn stelpan sagði, já, en And þú that veist God answers every prayer when we Uh, pray with honesty. að Guð getur gert kraftverk og hann svarar öllum And the bænum. kid says, can I pray? Má ég biðja, He sagði það. says, Lord, the doctor lady needs medicine and she needs it now. We cannot wait 3 months or 4 or 5. Og hann bað, þessi kona, læknir, hann vantar lyf, And við getum ekki the beðið svo girl lengi. says to the doctor, can I also have a request for myself? Og svo spyr He hún says, "Sure." læknin, má ég And líka, Lord, I've never had a doll. Would you, when you send the medicine, would you send a doll for me, please? og hún spurði, má ég líka biðja fyrir mér, og hún bað, má ég fá líka dúkku með lyfjunum. That afternoon, Svo þarna eftirmiddeginum, a horse-pulled wagon came þá kom hestur með vagn and they brought the mail. og þarna kom póstur. And it was a big wood box Þetta var risastór kassi with medicine með lyfjum
and a doll inside og með dúkku that was sent 4 months in advance from England. sem hafði verið sendt 4 mánuðum áður frá Englandi. God knew the Guð- prayer before she prayed. Guð And God vissi. put things in motion to be ready when she prayed. Guð vissi hvernig bænin myndi verða fyrirfram. So God knows your thoughts before you think. Hann veit hvernig við hugsum og hvað við And erum He að fara knows að what biðja. should be answered now, what should be answered later, when should be answered the way you ask, when should be answered differently. And He does what is best for us. Já, hann veit hvenar á að svara og hvenar ekki og við vera þolinmóð. And you should not worry that you pray loud. Og ekki hafa ágjörð því að biðja upphátt. Just worried about people, not about Satan. Bara hafa ágjörð af fólki en ekki að Satan. Okay, we need to stop Nú þurfum við að hætta. because I have physical pain in my Nú throat. er mér að verkja My í voice is hálsinn. hurting. When do we meet tomorrow night? Já, við hittumst á morgun aftur í Verslunarskólanum klukkan Tomorrow night. 7:30. I'm going to give you probably the most important subject that you really badly need for your spiritual life and salvation. Ég ætla að segja ykkur frá mjög áhugaverðu efni á morgun sem að þið virkilega þurfa á að halda fyrir frelsun ykkar. I'm going to give you a picture Ég ætla að gefa ykkur mynd. that if you have it in mind, Ef þið eru með myndin í hugunum, it's going to help you for the rest of your spiritual life. þetta mun hjálpa ykkur það sem eftir er ykkar andlega It's lífs. going to help you forever. Og mun hjálpa ykkur alltaf. If you get that, Ef þið skiljið þetta, you'll get the most that you need to get. þá þurfum við ekki meira. Right now, let's close with prayer. Og við skulum ljúka með bæn og Father in heaven, kæri faðir á himnum, we pray like the disciples. við byggjum eins og lærisveinarnir, Please teach us how to pray kendu okkur að byggja. and help us to understand the privilege, the blessing of prayer. Hjálpa okkur að skilja blessununa sem fylgir bæninni. It's a privilege. We can talk to God. Þetta eru svo mikið forréttindi að fá að Help tala us um to Guð. love prayer. Hjálpa okkur að elska bæn. In Jesus' name, Í Jesu nafni. amen. Amen. God bless you. Let's meet then tomorrow at the Verslunarskólan, not here, but at the high school at